Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur og verið velkomin að viðtækjunum. FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan föstudag, það 29. apríl í dag. Það næst síðasti dagur aprílmánaðar, maí að detta í hús. Eins og heyrið, engin Auðun Blöndal hér við stjórnborðið. Nei. Rikki G ætlar að vera í hans stöðu í dag. Hann í tökum á Steinda og Gett og Betur, frábæris þættir sem að, já, þessi liður byrjaði hérna í FM 95 Blöð og hann að fara í sjónvarp. Gett og Betur, það verður algjör veisla, en það einn svona venjulegur sem að situr hérna vanlega. Egill Einarsson situr hérna beint á móti mig, ég ætla að byrja á þér. Já, ok. Venjulegur í gæsalöpum vantanlega. Ég hérna yfirleitt, þakka kærlega fyrir kynningunnar Richard, ég mættur eins og allaða föstudag. Hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Ég elska þessa setningu alltaf á föstudag, aldrei verið betri. Já, ég meina, þú átt á því Richard, það föstudagur, það komið sumar, búið sól alla vikuna. Já. Mjög létt við mér þegar sól úti, að vakna og labba út og sól í andlitið. Og þú átt afmæli líka í maí. Ég afmæli 13. maí. Já, þannig þú ert svona sumarmaður. Sko, þar næsta föstudag, ég á afmæli á flöskudegi. Er hægt að eiga afmæli á betri degi en föstudegi? Herru, þú ert Negative. í Föstudaginn 13. Ég í blöð föstudaginn 13. Næsta föstudag ég tökum á Muscle Boy. Herru, þú ert að gefa út myndband með nýtt lag. Viltu skúpa þig? Hvað heitir þetta lag? Ég get ekki skúpað nafninu, ég get skúpað konseptinu. Destera-lag eins og öll Muscle Boy lögin. Já, Shockers. Með smá country konsepti. Nei. Og ég nei, hvað þú ekki kvillar ekki country eða? Jú, ég fíla country, en þegar þú fer og gerir country, ég veit ekki alveg hvernig endur. Býttu bara þú hlustar á þessa veislu. Heldur ég takið þetta inn, eða? Þetta verður veisla eins og allt sem Muscle Boy hefur gert. Heldur ég eftir að taka þetta spilinu? Já, þetta verður, hvað mesta spilin? A-Power. Já. Það er beintið það. Ég var að sæna Nökkva hérna í áttunni, hann verður kúregi með höfðingjónum. Ég var að setja á FM 95 Blöð snappið þegar samningar náðu eftir hann. Já, hann er í mjög hörðu kötti sem að setur hann á snapp þetta sitt á 8 official sem hann í smá geðviki fyrir, hann sýnir metnað. Hann þarf að vera bera ofan með kúrigat. Hann ekki á matarana þínu. Þú ekki með Richard sem einna kúrigánu líka eða? Bera ofan. Rikki, getur þú skorið niður svona 5 prófist á viku? Nei, því miður. Í hvað marga vikur? En þið heyrum nú í röddinni sá sem í staðinn fyrir Steinda, Ásgeir Kolbeins, Kolbfaðir. Það er Kolbfaðir! Þetta skemmtileg kynning alltaf. Hvernig þú, Kolbfaðir? Ég verður að taka undir þetta með sólina og gleðina, sko. Þetta er góðu föstudagur. Það samt ekki hlýtt úti. Nei, þetta gluggaveður. Þetta mjög mikið gluggaveður. Sól, Richard. Í janúar þá svona, það dimmt alltaf sólarhengið. Já, mjög góða punktur. Getur tekið rúndinn í sólinni og hækka í græjunum og fíla eins og sér sumar. Er ekki alltaf nóg að gera hjá Kolbfaðinum? Já, það nóg að gera. Skil ekki hverju ég að koma hingað, sko. Nei, ég bara ótrúlega að hafa, bara út af því að þú náður að búa til tíma out of your busy schedule að vera með mér og Richard í dag. Já, þetta var algjör að gera góðverk. Og veislan í dag, kæru hlustendur, svo að við förum í liði eins og hvort myndur frekar. Ég ætla að koma myndur fyrir Kessa og alltaf gaman þegar þeir tveir fyrir að svara því. Við ætlum að fara í tengingu. Við erum svolítið duglegir við það þegar ég og Egill höfum verið. Það er að tengja, við tengdum síðast þegar við vorum saman. Þá tókum við Leonsi og eitthvað pizzastað. Spurning hvort við vinnum eitthvað með pizzastaðan í dag. Skemmtilegt. Svo ætla ég að henda ykkur í eitt svona óþægilegt símtal. Ekki samt vondati, en ég ætla að láta ykkur í eitthvað svipað. Gilsarinn með eitthvað í dag. Já, ég með spurningakenni fyrir ykkur félagana. Já, veistla. Búin að hugsa hana lengi hvað ég getur með á ykkur félagana og konseptið í dag verður bara King of Men. Bara man. Ég hlýt nú að vinna það. Man. Kolbarinn, hann er í nætukremum, sko. Já, við skulum bara sjá til hver vinnur þessa keppni. Ég veit ekkert hvernig hann fer, ég vona bara það er spennandi. Ég vona það er spennandi. King of Men. Og síðan verður eitthvað húlu með okkur félagum með það. Það er mjög létt yfir okkur, það er föstudagur, sko. Já, er það ekki fínt að byrja á einhverju svona, fyrst að sól í hjarta og svona, bara vinsælasta lagið á Íslandi, I took a pill in Ibiza. Og ég ætla að skjóta því á fyrir þá sem að hugsa að fara til Magaluf 10. til 17. maí, Kjartan Atli og Hjörvar farastjóra, þeir eru upp í úrval útsýn núna og þeir eru að taka við bókunum. Yes. Hlusta á FM 95 Blöð og það er komið að slúðri og það er alltaf hér á sínum stað, svona yfirleitt í... Ég er ekki að vera leiðilegur, en þegar þú er síðan slúðrið, þá hefur það hingað til sökt. Ég tek undir það, ég hlustað stundu þegar ekki og það er alltaf ömur. Já, hræðilegt. Þannig að sko... Það er skrítið, því að venjulega svona þættir, þeir reyna að halda ákveðinu svona... Standard? Já, standard, sko. Já, það sem gerist ekki þegar Richard er slúðrið því meður. Mjög gott slúður í dag reyndar. Þó ég segi sjálfur frá og við skulum bara byrjum á Rondu Rousey. Veist þú hver það er, Ásgeir? Já,
Ég veit það ekki, þú ert bara með svona gél í haustum, ég held að sé ekkert meira. Já, þú heldur það, já, einmitt. Rólegur að segja að Kolbæk sem er gél í haustum, þú noti hárvörur, sko. Herðu, Ronda Rousey, hún hefur náttúrulega ekki gengið vel í hringnum, eða búrunum på síkastir. Hún tapaði einu barda. Já, hún tapaði ekkert bardanum, henni var gjóðsannlega pakkað saman. Fylgir þeir bara færur, tapar á til, kemur sterkar tilbaka, þannig virkar lífið í Richard. Herðu, hún er á leiðinni í sjónvarp. Hún er búin að vera í sjónvarp, lék í Entourage myndinu. Já, ég er að segja. Átti þetta að vera slúður? Hún er búin að skrifa undir samning. Ok, næsta. Hvað? Í hvað sjónvarpsþætti? Hvað er konceptið? Þetta er sjónvarpsstöð sem heitir Lee Fettheim. Og sem allir þekkja. Já, allir. Ég er með áskrifstæðinni. Í stóra pakkanum er stöð 2. Og hvað er konceptið þetta? Deadline tímariti er búin að segja það að þetta er að vera 3 sjónvarpsmyndir sem hún er að fara að leiki í. Öllum myndunum. Serena Williams og Janet Jackson, þær er að fara að framleiða. Ok, þannig að hún er búin að kasta inn hanglaðin í bardu og alltaf bara hvar er TV? Já, hún sagði sjálf við viðtal, hún er ekki búin að útiloka eitt eða neitt hvað kemur að hringnum, en hún ætlar að einbytta sér að her TV career, eins og hún sagði sjálf. Power UFC í búið, sko, til miður. Já, Spice Girls, þær eru næstar. Já, ég er mikið aðdáandi. Þannig að þú ert ekki, hingað til ekki búin að skýta. Nei, þær, þið kannski vitið það ekki, en Wannabe, það á 20 ára afmæli í ár, það var gefið út 1996. Já, vitum við það ekki, auðvitað. Já, þú varst náttúrulega bara á toppnum. Já, ég var 16 ára þá var ég 10. bekk í Dýrlandsskóla. Já, ég var... Þú varst skítandi og mingandi í þig þá, hefur ekki? 11 ára, ekki alveg. Hvernig hættur að skýta þig? Varst það ekki eitthvað þetta leiti? Nei, ég vildi ekki. Þú ert ennþá að skýta mjög illa hérna á göngunum hérna frammi. Nefnir að segja með söguna. Nei, og ekki vera að segja annað, það er búin að segja hana 15 sinnum. Þegar Rikki skeitt. Jó, ég gæti alveg svo sem sagt að sögu einu svona. Ég sérst var að vinna hérna með að hljóðsetja sjáðu og sko stúdíóið er svona það bil og ég er ekkert að grínast með það. Það er svona 30 metrar frá þessu salurni. Það lagði inn í stúdíóið svona ræsislykt, svona þunga, þétta ræsislykt. Það er loftrasti kerfi inn í húsinu þannig að það er tengt út þannig að gerist eitthvað úti þá getur maður búist við svona. Og labbaður, hvernig eins og Rikki var að hægja sig? Nei, ég vissi ekki neitt það. Ég bara, fer fram og gangi eitthvað og finn þessa lykt, mögnulykt, nema síðan heyrist bara og tekið í húninn út úr skímökki kemur Richard og ég er ekki að grínast í þér, maður grínast oft með svona og eitthvað og kastar fram að þetta var vond líkt og eitthvað. Þetta var gjörsamlega eitthvað, það yfirnáttúrulegasta sem ég upplifa. Ef það væri ennþá verið að framlega X-Files, þá væri þáttur bara þetta. Nei, alveg ekki, ég get staðið mig sjálfan að því sko að líkta illa svona, en þetta... Er yfirleitt vond lykt og hæðir ekki að þetta bara einstakt tilfelli? Alls ekki og sko það leiðilega við þetta er sko að þú setur í spór sko svona búnaðar sko hvernig heldur það að sé að vera klósetti og taka á móti þessu og síðan er sko að því við erum undir sjáamáli hérna í kjallaranum þá er svona dæla sem þarf að dæla þessu upp. Það er hræðilegt. Ég veit ekki vilja vera þetta klósett. Ég var á mjög ströngu mataræði þarna. Þetta var eitthvað prótein. Varst ekki á ströngu mataræði? Varst búin að vera að geta eitthvað drast alla daga eins og gera venjulega? Til miður. Ég er enda búin að taka mig vel ekki en skrýta á Kolbærin hafa ekki séð það. Þú ert alltaf í þessum ból, ég get ekki séð neitt. Hvað er að... Já, ríðu þið bara úr. Nei, ég ætla nú ekki að ríða úr. Nei, en hvað segirðu? Það er ætla að koma saman. Þess að Spice Girls aftur á... Er það að koma með comeback? Það er ætla að koma með comeback. Það ætla að vera með einhvern ammælistúr. Hins vegar, Victoria Beckham says no. Ok, en hvað, okkur getur það ekki bara verið á hans að hún sé með? Hún söng aldrei neitt. Já, þú veist, er hún ekki svona pínu íkonið í hljómsveitinni? Nei, hún er bara ein af The Posse. Hún er allavega búin að draga sig út úr þessu og hún segist hafa lítinn áhuga á tónleikahaldi og... Kannski þurfa hinar á kassinu að halda. Hún þarf ekkert á kassinu að halda. Þannig nú er það vantilega vel pirraðar út í hana og sagt nei. Og svo síðan kom hún í öðru viðtali og henni segist aldrei hafa liðið vel í Spice Girls. Já, fekk aldrei að syngja neitt. Hún getur ekkert sungið. Hvernig söng hún eitthvað? Akkur að segja, hún getur ekki sungið. Hún söng aldrei neitt. Frábær söngkona. Hún söng aldrei neitt. Hver er besta söngkona? Það var Mel B sem söng. Mel C var svona frontur. Já, einmitt, sporti hérna, hún söng sko. Og sem var þessi ljósarða hérna sem það heit ekki. Emma? Já. En sko Victoria, ég held að hún hafi bara mestlega hreift varir. Já, minnst leiðilegt þessi fordómar sem við hefur... Þetta er ekki fordómar, hún var greinlega fenginn inn á öðrum forsendum. Getur þú sungið svona Kolbeins? Nei, við fáum reyndar að sjá þá eftir. Nei, það verður enginn að heyra það. Því miður, Hún getur ekki verið baðið með svona... Það er karaoke í dag. Nei, það er ekki... Jú, það er bara því miður. Þetta er bara okkar þáttur því miður. Því miður.
Því miður. Ok, hvernig er það slúður í búið? Og þriðja málum, Caitlyn Jenner, sem að hétt eitt sinn Bruce Jenner. Donald Trump sagði í einhverju frægu viðtali, Donald Trump sem náttúrulega bjóði sig fram sem forseta Bandaríkjanna, Guð forða okkur frá því. Hvað er á móti konginum? Trump sem forseta. Egil, ángríns að ég bara spurði hvað var mótorum. Nei, ég ekkert mótorum, bara fyrir heiminn sko. Donald Trump sagði, hann segir enga ástæðu til þess að setja lög hvað salerni transfólk kýsi að nota. Sömu fylgjum í Bandaríkjunum með úr transari, þá þarfst að nota klósettið þar sem þú ert upprunalega fæddur, sem ef þú varst karl og breytir í konu, þá þarfst að nota karlaklósettið. Já. Það er þannig. Forðan fólkjúráðið, þú breytir í konu þá. Hvað, þessi brandar er náttúrulega jafn þreyttur að háða þau, sko. Hún er góður. Getur ég myndað það? En í rauninni, sko, í Norður Karolínu, það er einn á Trump-turnunum og í Norður Karolínu er einmitt bannað transfólk, það þarf að nota salerni eins og að fættist upprunalega. En Trump sagði, hell to the no, þú bara notar það salerni sem þú kýst að nota á. Caitlyn Jenner tók það orðinu, hún fór í einhver Trump-turn og fór á kvennarklósettið og þakka honum fyrir. Nefna hvað? Bara ekkert vesen. Þannig að hann var hann að ná fyrir ykkur. Hún var bara að hægja sér sem hún vill hægja sér. Þetta er ekki flókið, sko. Já, mjög gott. Slúðrið er alltaf búið í dag. Var þetta allt slúðrið? Já, þetta var allt slúðrið. Þetta var svona óvenju, þú veist, með að við hvernig slúðumálinn hafa verið hjá þér, Richard. Þetta er óvenju gott í dag. Þakkaði fyrir. Við ætlum að fara í myndinni fyrir Cash eftir smástund og er eitthvað mælihorn í dag nokkuð eða? Það sjálfsögði mælihorn. Nú eru síðustu forvöð að skrá sig í hina ómótstæðilegu FM 957 ferð til Magaluf 10. til 17. maí. Eigum við ekki að tillöku með þeir svona og renna yfir þetta saman. Farastjóra ferðarinnar Hjörvar Hafliða og Kjartan Atli verða mættir í úrvalútsýn Hlíðasmára 19 í dag milli klukkan 4 og 5 og munu taka að sér að bóka í ferðina. Tja, ef mammaðin kemst fyrir í ferðartöskunni, þá má þetta reyna allt. Rendu við í dag og bókaðu þína ferð til Magaluf og að sjálfsögðu verða léttar Mallorca veitingar í boði. Ekki missa af sólinni, sandinum, jetski, Eurovision-partíinu og ógleymanlegu Íslendingapartíi að hætti MC Gauta á Magaluf 10. til 17. maí. Við mælum alltaf með sólavörnum með 30 fyrstu 2 dagana, en svo er þetta að trappa sig niður eftir það. Startaðu sumrinu með FM 957 á Magaluf í maí. Slys geta breytt aðstæðum í líf okkar. Það kostar ekkert að kanna þinn rétt. Hafðu samband. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Í Háskólanum í Reykjavík fá nemendur þekkingu og þjálfun sem veitir þeim forskot á vinnumarkaði. Greiðan aðgang að framúrskarandi kennurum og afnot af fyrsta flokks aðstöðu. Það er opið fyrir umsóknir í meistaranám til 30. apríl. Velkomin í HR. Fyrst Beyoncé, nú El King. Það eru allir að tala XO, heitasta hotla skyndibittan á Íslandi. XO, Jóðurhúsinu, Vesturbæ. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Ekkert lántökugjald og hærra viðbótarlán svo þú eigir auðveldara með að kaupa húsnæði í fyrsta sinn. Við bjóðum góða húsnæðisþjónustu. Íslandsbanki. 30 ára afmæli Hlöllabáta. Veldu þinn uppáhaldsbát og drykk með á 1000 kall. Gildir vikuna 25. apríl til 1. maí. Hlöllabátar ávallt ferskir í 30 ár. Makkland. Besta land í heimi. Með við höfðatölu, sko. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Já, kæru hlustendur, þetta er með tiltáða fyrir 957, það er sumar, það er létt yfir öllum. Coldfather og Donut Boy með ykkur í dag. Það er létt yfir mér. Þetta er reyndar ágætis kynningjafur. Það er svona eðlileg. Það er ekki að kjalla verið það, Richard. Ekki svona... Fæ ég kaupa eitthvað? Nei, ekki líklegt. Já, það fæl ég sögum En við erum á leiðin í myndur fyrir Cash. Og ég er með... Þú ert með myndur fyrir Cash sem hræði mig. En kannski fæ ég ekki trailer veist að þú ert í dag? Æ, guð mig góð. Hvernig það komið út? Hann hefur verið með... Það er bara fárveikt eins og það er með... eins og það er með alla kynandagskolið. Það er alltaf yfir strikið, sko. Þá er ég að hugsa að henda á Víró á hennan trailer hjá þér. Rikki var sko, hann var veislustjóri á Ársvætti Sporthúsins daginn og var grófasta veistlustjórnum sem ég voru vitnað, sko. Já, menn... Richard? Já, það er bara settle down fjölskyldufæður.
Já, þetta að vera með þykkt bak til að hlusta á Richard það kvöldi, sko. En ég er mjög gaman að hann er fyndinn en mjög grófur. Og það skilur svo að þú áttir inn í útvarpinu, sko. Já, þú ert búin að ná honum minna. Would you like to have buckets full of... Alvörunni hægt að stýtta þetta eitthvað. Já, þakka kærlega fyrir að spila Allan, Richard. Ég hef aldrei heyrt, mjög langt síðan ég heyrt hann Allan, sem betur fyrr. Þetta er mjög langt. Takk kærlega fyrir Richard. Þessi trailer er ekki nema 2 mínútur og 3 sekundur. Gengið á dollarnu breytist bara 3 krónur, hann er frá langur, sko. Basic trailer er lengt bara, hvað? Trailer lengt basic er ekki 2 mínútur, því miður. Lög, næstu við 2 mínútur, sko. Já, en það er komið að myndurum fyrir Cass. Nei, það? Ég er með 3 spurningar. Og þetta segir sér nokkuð en sjálf hvernig þetta virkar. Byrjum á þessu. Fyrir 100 milljónir krónadrengir myndu við vera með harðalífi það sem eftir er ævikar. Eru verkir með því eða er þetta bara svona... Þetta er bara harðalífi. Bara alltaf. Ég myndi óska þér harðalífis. Já, þú tala mikið um það og miklar áhyggjur af mínum hægum. Já, mjög mikið. Já, bara fyrir almenna hagsmunni. Sko. 100 milljónir. 100 milljónir krónar. Millifært inn á okkur. En hversu slæmt er þetta eiginlega? Þið veit alveg hvernig harðlíf virkar. Það er frekar vont. Þetta er frekar vont. Þetta er smá svona, eftir með þetta reglulega. En þú lifir þetta af, mórðan þannig. En þetta er alltaf, ekki glemma, þetta er alltaf. Já, ég glemdi því, sko, þetta er bara pína, þú veist, á meðan þessu stendur. Já, en þetta er samt ekki træðilegt. Jó. Þú deyrið ekkert, sko. Fólk er í svona verstafalli að nota eitthvað svona unit sem á, þú veist, sprautar einhver. Það er slæmt, Richard. Nei, þetta er bara harðlífi. Þetta er bara krónískt harðlífi. Ég meina að þú nærða að losa þig við sauður. Þetta er þannig, þetta er mjög óþægilegt í hvert skipti. Já, og bara leið út búinn, þá bara bang. Byrjar aftur að myndast kókuldin niður. Ég segi millifæra þetta, Richard. Hæ? Já, minnst ekkert svo mikið vesen. Ég hugsa... Ég er ekkert að missa útlim eða... Nei, það er að skrifa undir hérna, vegna þess að sko eftir ár þá er þetta annarkvæmt komin á eitthvað sko, einhverja stofnun. Nei, þetta er bara harðlífi, basic harðlífi. Látin. Sumt fólk er með þetta allæfi og fær ekki krónu fyrir það. Þannig að gera þess að 100 milljónir. Fótt millifæra á mig, Richard. En þú segir... Ég er að fara að sjokka þetta. Já, það er... Ég ætla bara að horfa, ég ætla að lifa á þessum 100. Að horfa á þetta? Já. Ok. Fyrir 200 milljónir myndi ég láta draga úr ykkur allar tennurnar án deyfingar og ég tek það fram því megi fá okkur að sjálfsögðu gerfistel þegar búið er aðeins að með heldur tönnunum. Hvernig er þetta, akkur þetta er 100 fyrir að vera að hægja sér og 200 að draga allar tennurnar úr sér? Getur við með eðlilegt samræði með hana í upphæðunum? Nei, það er ekki sama cash. Þetta er helmingi meira cash, þetta eru 200 kúlur. Þetta tekur kannski svona hálftíma. Þetta að vera milljarður. Nei, ég veit það. Nei, en meni, þú fær aðra tennur. Þú ert komið, ég er að bjóða þér, þú fær bara aftur bara fínar hvítar tennur. Frábært, þetta er ekkert vesen. Ég sé það núna. Nei, það var svona að gáða því að sko að hugsanlega líður yfir þig eftir fyrstu tönnina og þá segir þú bara keep on og þegar þú vaknar síðan þannig að það var sálsöki í kringum 1 tönn síðan vaknar þú, tannlaus með 200 milljónir í tösku. Já, ég er ekkert vissum að líðið þig, sko. Er þið ekki viss um það? Nei. Það var ekki svo vant. Þetta er bara hræðileg hugmynd og ég ætla að byrja einfalt nei fyrir mig. Í alvörunni? Já. 200 kúlur og þú færð aftur bara flotta tennur? Nei, bara mjög feskur. Þetta er basically, þetta er 30 mínútna vinna, Kolbeinn. Já, ég klári þetta. Úr klári þetta? Já, ég Það er að rífa úr allar tennunar deyfingarlaus fyrir 200 milljónir. Já. Ok, þá er það bara þannig. Já. Þú ætlar að vera með hægðatregðu þangað til að þú deyrið fyrir 100 kúlur. Já, því líka ætla. Mjög spenntur við það. Já, einmitt. Og það er sársauki alla daga, alltaf. Æ, ég er hrifin að því. Það er hrifin, já. Svo er þetta með 1. Fyrir 50.000 krónur myndið þið taka matskeið að kanil upp í ykkur og kingja. Ég gert það svona 4 sinnum í ykkur með blöð og mushroom og þeim strákunum, þannig að þetta er... Ég myndi gera þetta fyrir 5.000 skall. Þetta er bara ekki hægt, sann. Jú, þetta er ekkert mál. Ég er ekki að prófa þetta, en þetta bara virkar, þetta er bara kanil. Kanil er eitt af best sem ég fæ. Ábækur heldur ekki kjafti og tekur kanil og setur eitthvað tímann peningina sem munnurinn að það er, Richard. Ég er með 5.000 skall hérna. Ég skal bara setja hann á borðið hérna fyrir þig. Þú ert alltaf, rosa harður alltaf að rífa þetta kjaft, sko, hérna. 5.000 skall. Þetta er seðill. Þetta er seðill. Þú mátt eiga hana seðill og þú tekur teskeið af kanil Dr. Donut, eins og þú kallaður. Þú farið upp í möturnett og hlýtur að hérna upp í möturnetti kanil? 100%. Ef ég hleyp upp og næ kanil og þú farið 5.000 krónur, tekur kanil og ég negli hann á blöðsnappið þegar þú reynir að borða kanil. Og kingjónum? Já. Ef þú setur á lag, ég hleyp upp, næ kanil, hleyp niður, ég er ekki þrjá meira... Þetta er teskið. Já. Við erum
erum ekki að tala matskeið, þetta teskeið fyrir 5 skall. En af hverju ekki matskeið? Ég skal bara taka þessa matskeið, þetta er ekkert matskeið, það er ekki um matskeið. Bara 5 skall, ég ætla að fá hennan pening, sko. Já, þú veit að farið hennan pening, ég skal bara, ég ætla að leggja hann á borðið, ég ætla bara fram að nefið öðru og... Ég með auðrappið, ég skal bara millifæra þig. Ég er að fara að taka, ég rústa þessari karaoke-keppni síðast í verðina og ég skal rústa þessari kanil áskorun. Settu lag og ég ætla að hlaupa upp. Ég er búinn að ná í kanil og... Það veist að hafa þeir Richard, því að helmingi betur tónlist en það blöður hér. Þetta er mjög... Hann hefði aldrei sett þetta lag á. Ég veist ekki svona að þið var að setja þetta lag á. Ég veist ekki líka mistari svo þess. Mjög góða punktur. Það er komin inn að þú har aldrei prófað ævinn að taka kanil. Nei, en ég held þetta, ég hef séð samt 2 aðila kingja þessu ekkert mál. Já, ég minna, þetta, ég held mér út að þú ert náttúrulega svona okkar Íslendinga ásælasta átvagl, sko. Já. Þannig einhver getur tekið þetta og bara og ekkert við sem, þá er það Richard. En málið þú voru að passa þinni, ég er að taka þetta á snappið hérna. Fyrsta snappið hérna, þegar þú setur þetta upp í þig og svona, ég þarf að taka þetta tekur 2-3 snöpp, sko. Ok. Þannig að hlustendur geta síðan séð hérna hvað er þetta er peningurinn. Þetta er peningurinn sem ég er að elska, hann er mjög 5.000 kall, jána með Richard, þú vilt ekki að henta mikið að cash. Nei, bara 5.000 kall, þetta er mjög einfalt, þetta tekur þig nokkra sekundur. Já. Þannig að þú heldur á matskeiðinni. Ekkert meira þetta. Þetta er bara... Þetta er ekki mikið samt, eða? Þetta er mjög... Maður sjá aðeins. Þetta er mjög... Tek ekki meira en þetta. Þetta er mjög sanngjarnt, myndi ég halda að segja. Þetta er mjög sanngjarnt. Og þegar þú segir þetta sé sanngjarnt, þá er það mjög ósanngjarnt. Já, býta aðeins með að setja þetta upp í þig, út af því ég ætla að setja hérna... Það negli þessu snappi inn. Ok, nú er hún alltaf stressaður. Nú er eitt að snappa komið, nú er að keyra í annað hérna. Og það er þegar þú setur þetta uppi. Ég held að þetta verði ekkert vesen fyrir þig, Richard. Hvað? Þú segir bara ég má byrja? Já, bara... Ég ætla að taka þetta hérna til vara á annað vídeo hérna bakvið. Já, kannski gott að eiga þetta á vídeo líka. Já, það er fínt að eiga þetta á vídeo svona. Og Snapchat getur drullast á fleiri en 10 sekundur og þetta er ekkert vesen, sko. Já, þú mátt byrja, Richard. Ok. Já. Og býða, ekki, veist... Ekki það tyggi þetta er kanel, sko. Nú eru bökudagar á Safran. Allar bökur á 1.390 krónur ef þú sækir. Pantaðu á netinu, appinu eða í síma 578 78 74. Safran. Enski barinn kynnir. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Opið alla daga frá klukkan 11. Við bjóðum þér og þínum upp á alvöru franskan brunch. Torfan Humarhúsið. Lóan stefnir til landsins og potturinn stefnir í 47 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Á Wilsons færðu stóra pizzu með 3 áleggjum á aðeins 1690 krónur ef þú sækir. Pantaðu á wilsons.is eða í síma 581 15 15. Ekki missa af Páli Óskari, Retro Steffson, Úlfur Úlfur, Prins Pólo og Magna á Eistnaflugi í sumar. Eistnaflug, þar sem þú elskar að dansa. Dronefly.is er viðurkenndur umboðsaðili á Íslandi fyrir DJI. El Matador. Hægældað nautakjöt, pönnustektur laukur, piknik og pipar majónes. American Style. American Style. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. FM 95 blöð hér á föstudegi. Ég verði að viðurkenna, Richard, þetta er að finna sig sér lengi. Já, ég verði að viðurkenna. Það var svo cocky. Ég elskar cocky, Richard. Það myndi mig á hana Mummy þegar hún var að leysa stuð. Ég er ekki að grínast, þetta er að versta sem ég gert. Ég held að þetta væri ekki svona ógeðslega erfitt. Málið er það sem þið vissuð ekki, að því að ég kom með þetta dæmi í myndir fyrir cash, einmitt til þess að þú myndir skora á mig, að því ég var búinn að heyra og búinn að sjá að hafa til plan
til þess að geta kynkt þessu. Hvað er planið það? Planið það að þú átt að safna bara geðveikt miklu munnvatni sem ég hef búin að gera. Bara allt síðasta lag áður en ég fór í þetta var ég búin að safna bara vassflösku upp í kjaftinn á mér og ef þú gerir það og setur kanilinn upp í þá átt að geta geta búið til smá kökkun og kynkt honum. Það er eitthvað skelli hlægjandi núna að logi þessu. Og þetta gekk ekki nógu vel Þetta gekk ekki nógu vel. Hvernig fannst þér að setja þetta upp í því? Þetta er ángurinn, þetta er að verst sem ég hef aldrei eftir að geta borða kanil aftur af því mér finnst kanil mjög góður. Ég borða mikið á havragraut og grjónagraut og það er búið þínu lífi núna. En please, ég hlýt að fá að halda þessu 5.000 kalli. Já, þú fær 5.000 kall fyrir þetta, Richard, það er bara þannig. Þó náður ekki að kyngja, það er bara... Hefur þú prófað þetta, Ásgeir? Ég hef prófað þetta. Ég hefði getað sagt þér þetta fyrir. Ég mæli með kíkjum F95 Blue Snapchat og sjá við Richard sem ætla að kyngja svo bara ekkert þessi. Bara upp í munnin kyngja. Ég hef með hérna lengri útgána af þessu. Það henda inn í... Það vorum að keira svo síðan mínu. Fólk var að sjá þetta, djúvill, það var að finna. Áttum vita... Þú náður að gleðja alla hana, Richard. Já, mjög gott. En við erum að fara í hvort myndirðu frekar. Núna? Já. Nú, ok. Það er bara hannig. Já. Fyrsta. Hvort myndirðu frekar. Þetta er mjög gaman þessu. Hvort myndirðu frekar. Slíta á allan vinskap ykkar og aldrei tala við hvort annan aftur. Eða slíta sambandinu við konun ykkar. Þetta er svo fárveikur. Þetta hljómaði eins og þetta var svona létt og skemmtilega. Já, gaman heimsjú. Já, hvort myndirðu frekar? Hljómaði skemmtilega. Og ekki gleyma því, vinir eru lifetime. Vinir eru lifetime. Það er Richard meina það. Hvað, þú meina það að konaðin sé ekki lifetime? Konan er eitthvað skendi... Nei, alls ekki. Ég er bara að tala um það, tala um að vinna sér lifetime. Þetta er ekki hvort myndir þú frekar um mig. Þú ert að segja það að þú myndir velja félaginn. Alls ekki. Hvoru en ykkar, ég myndi velja, væri sekund að velja, þetta velja annarkotn ykkar eða konuna mína. Ég myndi vera sekund að velja það, sko. Myndir þú droppa konunni? Nei, ég myndi droppa þér on a heartbeat, sko. Ok. En þið eru náttúrulega mjög góðir vinnir og það veit ég og þess nákvæði að koma með þetta. Aldrei tala um konan en sko nota beni, þó slítið sambandi við konuna, þá átt alveg í samskipti við hana. En sko nú tengjust við sko fjölskyldu böndum, þannig að þú veist hvernig ætlar að koma í veg fyrir þetta? Það er bara matabóð, það er jól eða eitthvað. Já, ég menna þá er bara... Og eiginlega mættur. Þið bara talið ekki við konan. Bara eruð ekki á hann? Eruð þið bara ekki á hann? En það minn langar í Kolb steak eða Kolb burger. Því miður, þú vorst ekkert að fara þangað. En ég búið það til það ekki, hann bara segir ekki neitt. Nei, þið eru ekki neinu samskipt. Ef þið þurfa að hittast eins og í fjölskyldubóðum, þið eru neittið til þess, þá gerið þið það. En þú ert ekki að fara til Kolbens í steak, þó talar ekki við hann. Þess að mjög langt frá að vera eðlileg spurning í hvort myndir frekar, sko. Hvernig eru hinar síðan, sko? Það er bara ekki lagi með Richard, sko. Þið þurfa að velja því miður. Já, maður þarf að velja, maður velja konuna. Já, við verðum bara að slíta þessum vinskap. Greinlega góði vinnir hérna. Híki ekki við að stinga hvern annan í bakið. Þú varst að stinga okkur báða, þú varst tilbúin að fórna okkur báðum. Ég er ekki svona náinn vinnur eins og þið tveir eru, en vá, ég er bara sjokkaraður, sko. Já, auðvitað. Herra, ok, hlustið nú vel, því að þetta er pínu löng spurning. Ég ætla að setja smá scenario. Þið eru að fljúa og segjum bara annar eitthvað sem er flugpróf, bara hvernig sem er. Þið eru tveir í vélinni sem hrapar á einhverja eyðieyju. Annar eitthvað lætur lífið og hinn dregur þið upp á landi sem slíkið. Síðan þarf að bíða lengi eftir hjálp og ljóst að það getur tekið mánuð eða kannski meira til þess að bjarga ykkur. Það er vatn á eyjunni en það er ekki snitti af mat, hlustiði. Ásgeir, ef Egill væri dáinn á eyjunni, myndirðu borða hann til að halda í þér lífi og síðan öfugt með þig, Egill. Myndirðu japla á kolfæðir til þess að halda í þér lífi? Þar til þú myndir finnast. Hvað meinar japla hann? Bara borðan. Spurningin er basically hvort myndið þið frekar vilja deyja eða éta hvort annan til þess að halda lífi. En maður getur lifað á vatni helviti lengi, hvað er langt að geta? Þetta er svona 50 dagar. Ég fór að tjekka þig á þessu. Þú getur ekki lifað án matar í meiri mánuð. En ég finn skordýr. Það er engin matur á einu. Ekkert skordýr og... Bara ekki neitt. Það er ekkert líf. Þetta er eini möguleikinn. En ég finn kókosnötu, hvað? Ekki neitt. Það er bara ekkert. Ég er ekkert á þessa eyju. Þetta er mín eyja. Þessi eyja er ekki til þá. Já, þetta er mín eyja. Ég er búinn að vera að fæða Egil núna mikið upp á síkjast af góðu kjöti. Þetta er svona basically eins og hann væri á búgarði. Þannig ég er búinn að gefa hann gott að borða. Þannig ef við getum rokið í þetta right now, þá held ég sé að fara að borða góða steik bara með að hakka Egil í mig. Já, basically bara málið er munur til þess. Ef við myndum munur að borða Kolbaran og borða Richard. Það borðar Richard er svo beljurnar sem eru inn í allan daginn. Það er mjög tróðið, það er bara tróðið korn í onni þær, það fá ekkert frá út að leika sér. Kolb er svona belja sem fara út fyrir svo dag, borða gras, skottast high quality
Hvernig getur þú sagt það? Hann tekur ekki 30 í bekk, sko? Hann tekur hell ekki í bekk, hann að bodybuilder. Okay. Hvað Kolbeinn tekur í bekk? Jésús. Þannig skiptir ekki málið, Richard, þú ert búin að tróða svo mikið að ég myndi rista núna gat á kviðina þér, myndi bara hrynja út eitthvað snikkarsbreyf og okkur drast. Það væri eins og ströndin á þessari eyðeyju, öll í það drasli. Menna Kolbe bara okkur hágæða fæði. Þeir eru basically að segja það að þeir myndi borða Ég myndi borða raskatið á Kolbe. Egill. Ég var ekki að biðja þetta. Hvaða bita myndir þú velja? Út af hverju? Hvaða bita myndir þú velja? Það var einu svona bíómynd sem að fjalla. Myndir þú byrja að borða... Herðu, rassvöðvin er svona, það er stór kjötvöð. Já, mjög kjötvöð, já. Hvað ætlar að bara framhaldsleikin á hann með? Ég myndi byrja að bara lærið á þér, mjög breytt og gott kjött. Já, það er bara ekkert vissin. Það er raskatið, annarkvort. Já, ok. Hvað myndið þú byrja á Ásgeir, segðu þetta að velja ill? Geti grillað, er það bara hrár? Þú getur kveikt þér eldan á eiginni. Já, ég get fýra upp í honum. Taktu deltoitin á mér. Ég er mjög góð deltoita. Já, ég myndi taka deltoitin fyrsta kvöldið. Myndi spara afgangi síðan, grafa það í sandinum og byrja á deltoitinu, síðan hugsanlega raskinin vinstri Það var mjög vel. Það var auðveld spurning Það var mjög vel. Þriðja og síðasta, hvort myndið þið frekar? Aldrei koma nálægt síma aftur, það er að segja öllum símum. Snjallsíma, heimasíma eða whatever. Með ekki fara bara í hann. Bara whatever, bara með ekki koma nálægt neinu, ekki snerta á, eða vera sköllóttir það sem eftir þar sem þið eru miklir hármenn. Myndið þið miður... Sleppa símanum? Já, því miður. Ertu ekki að grínast í mér það? Myndið þið vorst eina sekund ákveða þetta? Aldrei, Egill, þú ert sjúkur í snjallsíma, þú ert alltaf í símanum. Já, ég er háður símanum, ég vissulega. Þetta er ákveðin skellur, en... Sköllóttur, þar sem eftir er. En ég minna að þú veist, ég get að minna að fólk hefur lagt símanum og liðað frábæru lífi. Já. Það er aldrei að það ná í þú. Þegar ég var 15 ára, Richard, þá ætti ég ekki GSM farsíma, sko. Aldrei að ná í, maður fer bara heim til Egils, bara dingar á bjöllinni, bara, já, ég er Egil hérna. Það mætir, bankar. Þetta á að vera easy spurning, þetta er bara raka okkur hausinn. Alltaf vilt þú vera sköllóttur, ekki? Kringlóttur haus, sköllóttur, viltu vera þannig? Á þess að vera með, í staðinn fyrir það að sleppa síma. Það myndi alltaf vera sköllóttur. Þú er ógeðslega sköllóttur, ekki? Já, ok, takk fyrir það. Þú erður ógeðslega. Við erum að fara í eitthvað ruggleirandi smá stund til að setja strákan í óþægilegt símtal. Ég get ekki beðið eftir þeirri veislu. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á föstu degi. Þetta er, svona einn af síðustu dögunum í apríl fyrir að koma mæ. Engin Auði Blö í dag og engin Steindi Junior. Þeir eru í tökum á Gett og Betur sem að verður á Stöð 2. En það eru hins vegar mikli meistarar hér í stúdíón í dag, meðal annars Ásgeir Kolbeins og Egill Einarsson. Og það er komið að því að fara svona í, eitthvað sem að þið farið ekki vanli en það sem að ég stjórna þættinum í dag. Þá hef ég ákvæmlega gaman að því að hendi ykkur svona throw you under the bus. Já. Ég er ekki hrifinn af þér. Þetta er alltaf vesen þegar þú ert með þáttir, Richard. Það er ekki lagi með þig og nú erum alltaf að fara í eitthvað svona Richard concept. Þetta verður ekki auðvelt, ég veit ekki það. En ég ætla að láta ykkur í leik, eða öllu heldur, bara svona game sem heitir leggja orð í munn. Þetta var í FM 95 Blö á sínum tíma. Já, og lagt af, það var ástæða fyrir því. Þetta er ekki verið lengi, sko. Það er góð ástæða fyrir því. Og þú vilt vera með þetta í dag. Ég vil vera með þetta í dag. Konseptið sem ég ætla að vinna með í dag, ég ætla að láta þig, Egill, þú ætlar að hringja á saumastofu. Okay. Og þú ert náttúrulega með ákveðin orð eða svona nettar setningar sem þú þarfst að koma að í símtalinu. Okay. Og þú verður að gera þannig er leikurinn gerður. Og það er að segja orður rétt, ég má ekki edita það og... Nei, í rauninni ekki. Þetta sem þú ert með í dag, þú ert að koma að, þetta eru 4 orð. Reif á mér raskatið. Reif á mér raskatið? Já. Ok, frábært. Og... Gætirðu saumað mig saman? Saumað mig saman? Já. Ok. Rastlausar buxur? Já. Og saumsprettur kveiki eitthvað í kallinum? Já. Það er ekki lagi með þig, Richard. Þetta er einhverju draum. Akkur ringir þú ekki? Þetta er eitthvað sem þig langar að fá svör við. Hárveikt? Akkur ringir þú ekki? Hvað segir þú því? Hvað þarf ég að gera? Ég er bara því miður að stjórna þættinum í dag og þið eru stjórnundar og þið er að sjá þetta. Fínt að vera þú. Bara búa til eitthvað kjaftaði, segja, hörru, hringt og segðu þetta. Já, ok, frábært. Herðu, við erum að búa hérna til smá chemistry og kameri hérna í beinni útsendingu. Ertu klár í þetta? Já, ég er ekki klár í þetta, en ég ætla bara að ljúka af. Ég ætla best af vloggi, hringdu okkur saumastofu. Veit ég hvernig anskotin ég á að koma öllu þessu að, sko? Nei. Þú bara segir góðan daginn og... Já, þetta er svona öðvöld, þetta er ekki bara að taka þetta. Skal bara setja hann í stólun hinnum og með kaffibólla og... Nákvæmlega. Ég ætla hann að ljúka þessu bara, ég ætla hann að koma þessu fyrir eins snöggt og ég get þarna. Já, góðan daginn. Ég ætla að hlera þig með,
Eitt hlut, ég með buxur. Rasslausar buxur. Rasslausar buxur, býttu nú við. Já, ég reifa með raskatið. Já, ok. Og það sem ákveður leiðindamál. Já. En hvernig það? Getur þú saumað mig saman, eða? Já, ég get það. Það svoleiðis? Það ekkert vesinn? Nei, þá ekki að vera það. Nei, ok. Fótfata líka. Já. Já, saumsprettur kveiki eitthvað í kallum? Verður þið ekki það? Þannig að þetta ekkert vesinn. Það bara að koma með buxurnar til þín og þið kipið þessu í liðin. Ekkert vesinn. Nei, það allt í fína. Það alveg þjónustu? Já. Thank you. Allt í fína. Það góð helgi? Sömulegis. Nei, þetta var ekki flókið, Rich. Herðu, þú reynda, ég verð að gefa þér, þú pakkaður þessu saman, ríkalega vel gert hjá Agli. Já, það var smekklega gert. Það var létt í henni þessari. Ekki dónarlegur, hann er ekkert samviskubit, maður áttu samviskubit eftir þessi símtöl þegar maður er dónarlegur. Já, ég kann ekki við. Ég vona að Kolbari fái ég fæ ekki neitt. Jú. Kolbari tekst ekki, þá fæ ég, sko. Nei, ránt, þú fæ þetta líka. Ok, það er komið að Kolbarinum. Egill Geir neldi þetta. Hann fór eiginlega of auðvelt út. Það með Ásgeir, það er komið að þér og þú ert ekki reyndar að vinna með saumastofu í dag, þú ert að vinna með hárgreiðslustofu. Já. Þvílík veisla, hvað er Kolbarin að segja? Herðu, orðin þín sem þú ert að koma, það er vaskurinn og nuddið, maður. Vaskurinn og nuddið, já, það er veisla að fara í vaskurinn og nuddið. Já, svo fer þetta að vera óþægilegra. Fullnæðing og kynlíf bara óþarfi. Jésús, fullnæðing og kynlíf bara óþarfi. Þannig að segja það símanum í hárgreiðsludömu. Já. Og hvað meira? 50 á þörfinni. Guð minn góður. Nei. Hann er ekki að segja hans sé 50 á þörfinni. Nei, reyndar ekki, sko. Þetta er bara orð. Hann getur bara leikið sér. Helst með bitlausum skærum. Þetta verður ekkert þessi. Þetta 50 á þörfinni, það er óþægilegt. Það er með að þú getur sagt bara hérna. Þú getur trútt talað hérna. Þetta er því líka vel að þú fekk, sko. Ég vil að fá þetta. Já. Þetta er miklu þægilega þannig að ég fekk þetta með saumastofunni. Þetta segir fullan á konu. Ég reifa með raskat. Ég reyndar hérna. Jóni Karlsbæ, Jóa. Já, góðan daginn. Ég er aðeins að kanna hérna, ég er að skipta rakara. Já. Ég er að leita að stofu, sko, sem að mér er svo rosalega þægilt að fara í klippingu og svona nuddið í vaskinum og þetta allt saman. Já. Þannig svona aðeins að gera smá testa á þessu, svona hvernig þetta er hjá ykkur. Okay. Ég veit ekki hvort ég hafi verið svona óheppið með fyrir klippara, en hann var helst bara með bitlausum skærum og já, einhvern veginn þannig og síðan hérna fannst þannig einhverju að ég væri bara 50 á þörfinni, skilur við, að því að mér fannst gott að, fá svona þjónustu. þá reyndar sko, mér er alveg saman hvort það er kallmaður og kvennmaður sko, þetta er ekkit svoleiðis sko. En það er bara vaskurinn og nuddið maður, þetta er svo þægilegt eitthvað. Þetta er best í heimi og margir eru náttúrulega bara einmitt, segja þetta sé alltaf best í Já, ég menna fullnæging og kynlífi er bara óþarfi sko, þegar maður fær gott höfðunud sko, það er bara svoleiðis sko. Það er bara svoleiðis. Já, mér finnst það alveg frábært sko, það er einhvern veginn, þetta er smá tabú einhvern veginn hjá kallmennum með þetta, ég veit það ekki. Þetta er frábært sko, ég er tiltölulega nýkliptur núna, þannig þetta er kannski eftir 2-3 vikur, þannig ég ætla að fá að hringja eftir þig. Já, gertu vel. Já, sem leiðis. Kolbarinn rúllaði yfir þetta líka. Tók ég ekki, við vorum bara að pakka þér saman. Þú ætlaði að vera leiðilega. Kom eitthvað challenge fyrir mig og Kolbarann. Þér að pakka saman, Richard. Þetta er ekki búið, þið eru ekki búinir. Nei, nú mustum við segja núna. Við tókum challenge á þér, við rúluðum þessu upp. Akkur megum við ekki kokka upp 3 setningar sem Richard þarf að koma. Nú megum við fá kaffibotla og halla okkur aftur. Akkur ekki að setja þið einu sinna á þessu djúbulöðuna, Richard. Are you a man? Are you a man? Já, ég skal bara gera þetta, minnst það var líka pakka þessu meira saman en þið. Já, fílik veistla. Veistla, ég leið mér að takk til að ég og Kolbjörn hugsa hvað ætlum að láta það fara í. Lífgaðu upp á vinnudaginn og pantaðu hollan og ljúffengan veislubakka á fundin. Serrano. Fresh. Happy. Max. Einu sinni héldu menn að Gylfi myndi fara til Liverpool. Nú er Liverpool á leið til Gylfa. Tippaðu á Swansea Liverpool. Lengjan, gerir leikinn skemmtilegri. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Nú er eldsmiðjan á 4 stöðum. Bragagötu, Laugavegi, Suðurlandsbraut og enn einum Ártúnshöfða. Eldsmiðjan.
Tökum vel á móti smáum og stórum hópum. Hafðu samband og við gerum ykkur tilboð. Lebowski Bar. Það verður ekkert tortólu kjaftæði á Eistnaflugi í sumar. Mættu og dansaðu við Messuka af því að það svo fáránlega skemmtilegt. Þú farð réttu gallabuxurnar í Jack & Jones. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. Ilmandi kaffi, svalandi djús, frískandi shake og gómsætt samloka. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class laugum. Stór á krana á 550 kall, milli 5 og 8, alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Hamborgararnir okkar eru engir venjulegir hamborgarar. Komdu og smakkaðu. Roadhouse Snorrabraut. 2 grjótharðir og 1 túnmjúkur í FM 95 blöð. Já, þeir eru að hlusta á FM 95 blöð. Við varum að setja strákana í... Já, ég held að ég var að fara að setja á það að throw them under the bus, en þeir tóku þetta og gjörðu þetta. Við fórum í eitthvað sem heitir leggja orð í munn og Egill fekk þá hugmyndan og geti fengið mig í þetta líka. Yes, akkur ekki, þegar nú henda þér í smá challenge. Já, bara besta hugmynd sem ég veist. Og við komum að spila bara sama leik og þú, Richard. Nú farð þú nokkra setningar. Karma sem þú farið núna, tvöfalt, bang, tilbaka. Boom. Mjög einfalt út að hringja á kaffihús. Já, ok. Kemur kleinur hringur þar við sögu það? Correct, Richard. Hvernig veist þér það? Sjokkers. Sko, það málega að þú ert að koma 4 setningum inn. Ok, fyrsta setningin er... Ég hef áhuga á 3 hlutum, kaffi, kleinurhring og hristing. Nei, Egill, gleymdu þessu. Hvað meina, hristing? Þetta er bara mjölk og hristing. Já, þetta getur hvað sem ekki, hvað hristing er. Já, ok. Og síðan segir setning með 2, ég er mjög gráður. Nei, gleymdu þessu. Richard, þú ert að gera nákvæmlega saman með okkur félag. Var ég að segja þér að segja einhvern konu væri gráður? Ég ætti að segja ég reyf með raskatið. Það er bara verra. Ok, jú, síðan eitt hérna, ég á það til að eiga við mig meðan... Hvað? Þetta er búið. Þetta er dökk. Hæ? Þetta býtur hérna að klára setninguna. Er ekki lagi með þér? Ég á það til að eiga við mig meðan ég japla á kleinurhring. Þetta er mjög einföld setning. 8 til. Og síðan setningin er, mér finnst gott að leggja mig þegar ég er búinn á hámarki. Kom ekki vel með þetta, Richard, hringdu í kaffihús, eittur og bingo. Hámark, skilur, hámark, drikkunum, það er spila þetta hvernig sem er, sko. Við fengum challenge, við leistum þetta. Við leistum þetta. Kom ekki vel, Richard. Bakkar mjölk, góðan daginn. Jú, góðan dag. Þið eru með svona kaffi og svona bakkelsi, eða ekki? Kaffi? Já, kaffi og kleinurhring og eitthvað svona. Við erum með kleinurhring, já. Og kaffi líka. Já, ég hef áhuga á 3 hlutum. Kaffi, kleinurhring og hristing. Já, við erum með kaffi og kleinurhring. Já. Ég nefnilega, já, til nefnilega eiga við mig meðan ég japla á kleinurhring. Já. Já. Finnst nefnilega líka gott að leggja mig því ég er búinn að ná hámarki. Ok, allar og koma. Já, ég er mjög gráður. Ok, takk. Ok. Ói barasta. Ói, já, mér líður svo illa. Hún skildur ekki að hvað það segja, Richard. Ég er með kaldan svit á baki. Þú valdir eitthvað spakari sem þú vissir að það væri einhver sem myndi ekki skilja þig, svo svaraði. Hún náði ekkert alls svo sagði, sko. Þetta var hræðilegt. Þetta var hræðilegt. Hún sagði bara, já, klári ég þetta, við erum með kleinurhring og kaffi, kondu. Herru, við verum að jafna okkur næst. Spurningakeppni Gilsarans. Veisla. Góður, hvað er King of Men? King of Men. Jésús. Hvernig er kallmaður? Þeir eru að hlusta á FM 95 blöð á förstu degi, svona líka skínandi fínum og það er búið að skipta svolítið stjórnina hérna, við erum þetta með hérna Egil Einarsson, 1/3 af teiminu, Richard og svo ég, Kolbarinn. Já, það er bara... En þú veist, þú er engu gleymt. Ég var með að hugsa þetta, sko. Hvað langt sem þú tók svona FM-kynningu? Hvernig varst að vinna á FM? Langt síðan. Hvernig var ég að vinna á FM? Bara þegar þú varst að dýrka mig. Já, hvað? Varst alltaf að ringi mig og myndir á okkur. Hann mann eftir þessari mynd sem hann fótobombaði hérna. Fótobombaði hann á hverjusbættum? Já, það var tekkt yfir stykkinu. Það er besta mynd síðan síðan, sko. Það finna hann aftur. Hvað langt, hvernig varst að vinna á FM síðan? Ég man varst yfir maður minn 2006. Varstu yfir Richard þá? Já, Richard. Þá var Richard kominn og veist, þetta var svona svo bjartasta vonin. Veist, ég hef aldrei séð svona mikið áhuga í einu manni á að verða sko útvarpsstjarna. Hann sérlega 10 ára með setna þegar hann orðin the big boss. Hann sagði líka þá, hann sagði ég ætla að ná alla leið og ég ætla þú veist, alla leið í þessu. Ég ætla að verða dagskrárstjóri og ég ætla að ná þessu öllu saman. Herru, ég þarf eiginlega að segja þetta um mig. Ekki
spila um þig. Því miður. Nei, það er ekki að spila til þig. Þeir notaði Arnar Gunn Láksson. Já. Ekki þig. Þó Arnar Gunn Láksson sé... Hvað er allir Arnar Gunn Láksson sé akkurat núna? Hvað er hann núna? Gískan sé að drekka hvítur einhvers staðar. Nei, hann á grillmarkanum. Eða 101 hótel að loka viðskiptadíl. Síðan fyrir mig sitja þar með eitthvað blað á borðinu og kvitt eitthvað. En það er komið að þessu. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Og ég barast það, jæja, það er þetta búið. Þessi hefur ekki verið spilað svona lengi sko. Blöð spilaði alltaf bara svona 5-10 sekundur sko. Ég skil hann vel núna, ég þarf að Blöð afsakið þetta. Ég bara gleyma hvað þessi var góður. Nei, þú veist, þetta... Mjög góður. Spurningakjarnin er einföld í dag King of Men. King of Men? 12 spurningar. Hæ? 12? Já, 12 spurningar. Þetta er mjög einfalt, þú segir bara, þetta er bara já eða nei og... Einfalt ferði í klippingu á lágmark 2 vegna fresti? Nei. Hver gerir það? Horfðu á Richard. Nei, ég bara fer í klippingu bara mánaða fresti eins og bara svona venjulegur helvita maður gerir sko. Nei, ég elskar að fara í klippingu. Fer í klippingu innan við 2 vegna fresti? Já, 2 bara stundum. Ef mér líður eitthvað illa í lítill í mér, þá fer ég í klippingu. Annarkvæmt föstudag kl. 10 er ég með fastan tíma hjá Robby Carter, Richard. Þú fer á mánaða fresti svo niðursetningur. Já. Mánaða fresti? Svo niðursetningur. Ok. Og þú fer semst á 2 vegna fresti, Kolbari? Ok, býta hans, Kolbari, hérna. Gæi! Hvað er hægt að spila ykkur effekt á tölvunni, Rich Mouth? Lægi með því hann, Donut Boy. Það er vantilega 1-0 fyrir Hári, nei, hérna Kolbins. Eðlilega, hann hugsaður sig. Já, ég meina, ég fer á eins mánaða fresti, er það ekki að hugsa sig? Ég þarf ekki að vera í klippingu og meira en það. Hvað fyrir oft í sturtur síðan? Bara hverjum degi? Nei, látt ekki svona, það er ekki mikið. Ég ætla bara að halda áfram. Spurning nr. 2. Hefur flutt inn skúter? Mét. Það verður að setja... Þetta er að kolbana það. Ég veit alveg, þetta hann er spurningakeppni. Góður hlustundur, bara þið vitið út hvað þetta fara. Ég á að geta að fá 1 stig í þessari keppni. Ekki hafa enga trú á þér, Richard. Þú vil ekki þetta punkt í klippingunum. Ég vissi ekki að þú er ekki í klippingu og tekna fræstu svo álur menn gera. Hefur þú ekki flutt inn skúter? Nei, ég hef ekki gert það. Af hverju flyttur það ekki inn? Skúter núna í dag? Það er bara frjálsmarkaður, þú getur bara hringt í... Hringi bara í bakstæðin, hvað sagði gamli? 2-0 fyrir Coldfather. Áttu eða hefurðu átt eitt vinsælasta skemmtistar landsins? Þú ert svo veikur. Þetta er ykkur ósangjarnasta spurning. Þú veist alveg, ég hef aldrei átt skemmtistar. Geta allir keypt sér skemmtistar. Er skemmtarnastjóri, er það tekið með? Nei, skemmtarnastjóri. Þú voru að eiga þinn eigin, þú verður að vera club owner. Já, þú veist alveg ég ekki átt Richard, Dr. Donut, club owner. Þú kallar aftur Dr. Donut og slekkja á þér. Varst þú ekki með hverjusbarinn á sín tíma? Nei, ég var ekki með hann. Ég hélt í alvörun að hann hefði átt, já, þú varst ekki með það. Það var Rósa Birgisson. Aftur sjokkar. Frábært. Báðir gólvarar og högulegir. Ég held að þetta væri jafnt hjá okkur. Hörru, það er þá punktur á Kolb. Deilurðu skrifstofu með Arnar Gunn Láksson? Nú er Arnar að lýsa Pepsi-mörkunum hérna. Þú ert í íþróttunum. Já. Þið hljótið þetta. Þú hlýtur að fá punkt þarna. Hann er ekki með skrifstofu hér, sko. Hann er ekki með skrifstofu hérna, sko. Ok, ég veit ekki það. Vissum við ekki? Ertu ekki í sportinu, eða? Jú, hann er í sportinu. Já, ég veit það. Hann er ekki með skrifstofu hérna þegar ég faxið upp í raskataður. Hvað er ekki með skrifstofu? Hvað er ekki með skrifstofu? Hann er ekki með skrifstofu hérna. Mæti bara í Pepsi-mörkin. Ertu að meina að sé bara með skrifstofu með mér niður á Laugavegi? Þeir eru með skrifstofu, alveg sjokk. Er þeir með skrifstofu saman? Við erum með skrifstofu. Ég held að við líka með skrifstofu hérna. Við hugsaði ok, aftur jafnt. Punktur á Kolfa. Þú deilir sér skrifstofu með Arnar Gunn Láksson. Fékkstu þér ristabrauð í morgun? Já. Það er ekki punktur á þig, Richard. En Kolb, fékkst þú ristabrauð í morgun? Nei, það er punktur á Kolb. 5-0. Fekk ég hámark? Ég frétti það. Veistu hvernig ég frétti það að þú veist þér ristabrauð í morgun? Já, heyrðir að fá hjöppa 6 ára klöguskjóðu. Nei, það finnst ennþá ristabrauðslyktin að þér. Strákarnir í brennslunum hringdu mér í morgun. Meðan ég var í geiminu, sögðu mér að þau séðu uppi hámiði ristabrauð sem og ég hringdi beint í þjálfaraðinn, Mikael Nikolásson, lét hann vita að þú verið ristabrauðinu. Mér er alveg sama, bara þú þjálfara og hún var ekki sama. 5-0 fyrir Kolb. Hefur þú bóðið vinuðinum í steik og gefið þeim plastdiska og plasthnímapur heima hjá þeim?
Hver hefur gert það? Hverju myndi detta það í hug? Þú veist, Egil, ég fer að slökka það. Hvað komur? Þetta er þetta tók nýja vingil, þannig er náttúrulega nei á báðagerðina. Nei, ég hef gert það. Þú hefur gert það? Ég nefndi ekki að vaska upp eftir þessa góma sem ég bauði í mat. Já, ég get sagt hlustandum því, ég er ekki bauðum þær í steik. Þú varst með steik og þú varst með plastnývapur. Og plastdiska, heima á sér. Plastdiska? Já, bara stofuborð, lagt á borð, allt mjög fancy, plastdiskar. Og hvernig var steikin? Ég spurði, af hverju ekki mögulega diska vel? Ég nenni ekki að vaska upp eftir ykkur ógeðin, sagðan. Heima hjá hann. Hvað kosti að bjóða mér mat? Flóki að henda bara í nuðþáttu þess. Ok, áfram með þetta. Það er punktur og kolb. Ég var mjög stressað fyrir þessa keppni, ég hugsa, ok, þetta verður tætt. Kolb kemur alltaf með silfrið þegar maður mætir mat. Já, akkurat. Þetta er ekki bara að fara upp á hann. Er sjónvarpsliðið 70 tómur eða stærra? Nei, 55 tómur er mitt, því miður. Já, því miður. Kolb, hvernig staðan á því það er? Já. Hvað er stórt? Bara þetta basic. Það eru 70 tommur. Við vitum alveg hvað svarið er. Þú veist alveg hvað sjónvarpið er stórt. Þetta styrum ekki. Nei, þú veist alveg hvað sjónvarpið er stórt. Þetta kallast road rage. Veistu hvað er stórt eða? Nei, ekki hugmynd sko. Af hverju ætti hann að vita það? Hvað er staðan? Það er 7-0 fyrir Kolbarn. Ok. Hefur þið farið oftar en 5 sinnum til Vegas? Nei. Nei, það er því miður ekki punktur. Er það að vera king of men að fara til Vegas? Hvað er því að fara til Vegas? Er það samt að vera king of men? Hvað kemur það því við? Rikki, þú ganga til Reykjavík mingand og skítandi í þig. Þú drepa það að fara svo álur heimsborgari, fara til Vegas einu og kasta teiningum á. Ég er enda að fara til Búlgaríu núna eftir nokkru daga. Já, Búlgaríu, ekki Vegas. En hvernig, Kolb, oftar 5 sinnum til Vegas, það er spurningakeppni, það er haldið svo gangandi? Reynda mjög tætana, já, ég fær oftar en 5. Oftar en 5? Já. Það er punktur á Kolb. Hvað voru að gera? Þið voru í hádegismat saman á hann? Elskar að tróðið í kleinurhing? Nei. Rikki? Nei. Vertu completely honest hérna. Þú kallar Dr. Donut. Já, ég er completely honest. Mér finnst ekki gott að hendi með kleinurring. Ok, af hverju þú kallar Dr. Donut? Af því að það bara var eitthvað frá þér að því þú ert með að lága greinda þessu tölu, bara allt í hennu byrjar að kalla með þetta. Ég hef aldrei, þú getur spurt alla í kringum mig, ég hef aldrei fílað kleinurringi. Af hverju var Donalur? Hvað gerir ég þér? Hvað gerur mér? Bara halda áfram með spurningakeppni. Ég fæ ekki stig fyrir, ég fæ punkt fyrir þetta vantilega. Mér sýnst þú að fá punkt. Já, ok. Það er 8-1. Þetta segir maður Dr. Donut. Elski ekki að borða kleinurring. Nei. Ok, maður sjá. Hann fann að ljúga sér út úr þessu núna. Ég sverða það við líf fjölskyldu minnar. Elskar þú að borða kleinurring? Hvað er það? Já, þú veist ekki hvað það er, það er punktur. Hefurðu sofnað á austur á flöskuborði? Takk fyrir þetta var spurningakeppni Gilsans. Svo auðvitað ískaldur bóli til að skóla öllu þessu niður. Skráðu þig inn á heimasíðu fm957.is og þú gætir verið á leiðinni í brjálað föstudagsfjör. Réttur mánaðarins í IKEA er pulled pork grísasamloka, franskar og luxus hrásalat á aðeins 995 krónur. Komdu í mat. IKEA. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustað fyrir klukkan 1 á laugardaginn. 1x2 við tippum. 30 ára afmæli hlöllabáta. Veldu þinn uppáhaldsbát og drykk með á 1000 kall. Gildir vikuna 25. apríl til 1. maí. Hlöllabátar ávallt ferskir. Frábært verð verður enn frábærara. 20% afsláttur af öllum fatnaði í FNF frá fimmtudegi til sunnudags í öllum verslunum FNF. FNF. Næg bílastæði, nægur tími. Opið til klukkan 6 í kvöld. Smáralind. Góða skemmtun. Leggur boltinn tilbaka, sendi ekki fyrir markið, skallinn, þetta er í markinu! Þeir eru búin að jafna metin! Nú er Dominos helgin framundan og þá horfir á toppleiki í enska boltanum í boði Dominos. Swansea Liverpool og Manchester United Leicester á sunnudag og Chelsea Tottenham á mánudagskvöld. Allt í beinni og frábært boltatilboð á dominoshelgin.is. Þeir eru búin að jafna metin! Skráðu þann gamla og leitað af nýjum. Höfðabílar.is. Nú færðu meira en bestu borgarana, rifin og kjúklingavangina og Dirty Burger and Ribs.
Því við höfum sett saman bestu samloku sem þú hefur ekki smakkað. Dirty Burger and Ribs. Gott. Kíktu í heimsókn, við lofum að koma þér í rétta stöðu fyrir helgina. Joe and the Juice, Kringlunni, Smáralind og World Class Laugum. Salat mánaðarins á Fresco Fuji Apple Chicken. Fresco, fyndu ferskleikan. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það hárrétt, Keiluhöllin Egilshöll færir ykkur FM 95 Blö. Takk fyrir að hlusta. Eins og áður hefur komið fram, Öddi Blö og Steindi Junior í tökum á Gett og Betur sem hafa verið sjónvarpsþáttur á Stöð 2. En við erum hérna ferski strákarnir, Rikki G, Egill Einarsson og Ásgeir Kolbeins. Og það er komið að því að fara í dagskrárlið sem að ég og Egill höfum verið mjög duglegir að fara í þegar við höfum verið saman hér. Það er tenging. Er ekki komin tími til að tengja? Ég er ekki komið tíminn til að tengja skriðjöklarnir. Já, mér finnst mjög gaman að þessu. Við náðum að negla tveimur einstaklingu saman sem halda báðu þessi að hringi hvern annan. Að sem hringi sig segir. Það er gott comedy. Já, það er það. Það er nefnilega að því máli við náðum það verður erfitt að toppa síðasta líka. Síðast á veisla þá voru tengdu við Gumma Ben og Bubba til þess að byrja með. Og Leon C er líka verið alltaf mjög reið, mjög fljótt sko. Nú er það. En sko við tengdum hana við pizzastað. En málið er, við erum alltaf að tengja þessi celeb saman, en að breyta til, ekki að tengja ykkur celebrity, en að tengja pizzastað við pizzastað. I see what you're like going them apples, Richard? Já, þetta er mjög góð hugmynd hér. Það er ok. Og testa það? Já, ég ætla að tengja bara hérna. Það er ekki alltaf svarað, það er ekkert við sem er... Það er góð við það, sko. Þannig að það gerir þetta í beinni og það er ekkert stress. Það verður svarað, það er 100%. Ég ætla að taka bara DeVitos og Pizza King. Það eru svona álíka staðir. Mjög geðveika pizzur. Herðu, ok, hérna númerið. Shit, hérna kemur þetta og... Tengd þetta. Ok, komin. Tengd þetta, Richard. Komið, DeVitos Pizza, góðan dag. Já, góðan dag. Góðan dag. Yes. Já. Það panta það. Hæ? Það panta. Hvað séu þau? Svo að panta það. Ætlar að panta? Já. Já, hann bjóður. Já. Það getur verið 18 tómu. Hæ? Það er 18 tómu. 2 18 tómu? Viltu fá tilboð eða? Já. 2 18 tómu tilboð. Pepperoni, skinka, bacon. Pepperoni, skinka og bacon á báðar eða? Já. Eitthvað fleira? Nei. Hvað er nafnið þitt? Steini. Steini? Já. Herra, þú mátt bara koma til 10 mínútur. Koma 10 mínútur, hvað er það? Hæ? Hvað er að sækja? Hvað er þið? Hvað er að sækja pizzuna? Á Doritos? Hæ? Á Doritos? Já. Á Doritos pizza? Já. Já. Hvað er Carlos við það? Hver er þetta? Hæ? Hver er þetta? Steini. Hver er það? Er það Carlos eða? Nei, Carlos er ekki við. Hver er það? Hæ? Hver er við? Hver er ég? Já. Kata? Já. Já. Er Carlos ekki við? Nei. Er það Mohamed? Já, Mohamed er. Já. Steini. Mohamed er við. Já, ég sveit alveg með það. Ok, býtu. Ja. Hello. Hello, Rashid. Hello. Ja, بس صار شوية. زاد شنو راشد؟ يموت سيولتك هذول. ها؟ يموت سيولتك هذي. أو تسيول درك شدي سيولا. لو تسيول غيره. هو سيا دور كدي صونا تليفون خرد ايه. لا والله روالو. الصورة سيدنا 550 ولا لا يعمل عام وزارة تليفونك كمل. لا كورولاش. ايوه صح. صح. Ok, hvað er að gerast? Hvað er að gerast hérna? Hvað var nákvæmlega í gangi hérna í þessu símtali? Vá. Af hverju þóttist gæði vera að panta og heita Steini og síðan kom okkur Mohamed í síma og það var eitthvað tungumál hvað var þetta? Nei, ég veit ekki hvað það var.
Hvað gerðist þetta? Ángríns. Þetta er að finna sér hirt held ég. Guðminn almáttur. Þessi tenging gekk aðeins svo vel. Hvað var að gerast þarna? Grey stelpan einhvern... Kata? Hvað ertu að segja? Dividos? Ég veist að gefa þessari kötu frábær þjónustund. Hún var bara að selja 2 18 tómmu þarna. Carlos þarna? Ég ætla að vona... Það er tekst að selja öðrum pítsastað, pítsuta frá þér, þá ertu sölumæður. Já, þetta var bara... Þetta var... Guðminn góð. Já, þetta var tenging. Já, við þurfum að tengja fleiri veitingastæði. Upplýsingarhlutverk blaðamanna gerir almenningi kleift að taka upplýsta ákvörðun. Viltu kynna þér blaðamennsku betur? Eða langar þig bara í Háskólann á Akureyri? Fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Tippaðu á Swansea Liverpool. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. 50% afsláttur í pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Afmæliskleði Veromóta. Við fögnum afmælinu okkar með fullri búð af nýjum vörum, glæsilegum afmælistilboðum, happdrætti og óvæntum klæðningum. Ekki missa af afmælisfjörinu í Veromóta, Veromóta Kringlunni og Veromóta Smáralind. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Wow Cyclothon, Cannondale og þú. Hjólabúðin GAP Faxafinni. GAP.is. Sumarleikföng, trampólín og körfuboltaspjöld. Bíkó. Leikum okkur saman. Kjúklingavangir og bjór í frosinni könnu með boltanum. American Bar. Nýi staður þinn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það held ég, kæru hlustendur. FM 95 Blö hér á föstu degi, svona farið að síga á seinni hlutan hjá okkur, en við eigum hins vegar veislu eftir. Og það er eitthvað sem að ég get ekki beðið eftir að fara í. Það er karaoke-keppni sem að ég tók gjörsamlega og straujaði síðast þegar ég var gestur hérna. Það er eitthvað mesta rúst sem ég hef orðið vitni af. Já, Riki, þú veist hvað hlustundu voru að gera, þú ert búin að ná því eða ekki? Hæ? Hlustundu voru að trolla þér, Richard. Kjósa lélega gæjan, það var sem hlustundu voru að gera. Kjósa lélega gæjan? Já, það var sem fólk var að því, náður því ekki það? Hlustundur okkar eru með húmór, sko. Ertu alveg svona svakalega tapsár að þú ert að halda að fólk hafi verið að trolla mig? Riki, ok, fannst þér þú að hafa sungið mjög vel þar, Richard? Já, mér finnst ég bara að standa mig mjög vel, fór ég segja sjálfur frá. Fólk var að trolla þér, Riki? Já. Og ég ætla bara, þú ætla að segja hlustundur núna, það er ekki að taka sama grínið aftur á Dr. Donut. Létu hann vinna síðast, hann er ömurlegur söngvari. Ef að fólk trollar þig aftur hérna, Riki, og þú lokar þessari keppni í dag. Já. Njö, hvað þú erum kokkinn núna, þú varst hérna að keppni? Njö. Þetta er svona típist sem loser segir, sko. Ég er mjög smeykur. Shut your mouth, Richard. Svona, þú veist, trolla, þetta er bara vel sungið. Shut your mouth, you know it's good for you, buddy. Ég þurfti ekki einu sinni textan í því lagi. Riki. Og ég mun ekki þurfa textan í þessu lagi heldur. Hvað lag ætlar að syngja? Herru, það er Eurovision þema, það er náttúrulega styttist í Eurovision. Ok. Það er ekki... Já, ég minna Eurovision þema, þetta er ekki flókið. Og hvað lag ætlar að syngja? Vont við Eurovision þema er það að maður kann ekki þessa texta. Þú verður bara að lesa á skjánum. Lesa skjánum, já, og hvað? Þú verður bara að gera þetta besta, Coldfather. Þetta er bara 90 sekundur, go hard or go home. Þetta er ekki flókið. Okay. Herru, ok, ég ætla meira þess að bara taka fyrir eitthvað óþekkt lag, bara svo þið eigi svona meiri möguleika. Riki, þú vannst eina keppni út af að varst lélegasti gæinn, fólk hringdi inn með grín. Hætt að tala eins og sett heimsmeistar í karaoke. Herru, ég ætla að taka lag frá árinu 2006 frá Rúmeníu, Mihai Traistariu, sem ég held mikið upp á. Ég spilaði þetta lag mikið því ég var að DJ. Lagið heitir Tornero. Guðminn góður. Ætla þú að byrja? Ég ætla að byrja þetta. Vann þetta eða? Nei, þetta lag lendir endur í 5. sæti en skandalla þetta lag. Ætlar að syngja 5. sæti frá 2006. Já, frá Rúmeníu. En þetta lag var, ekki glemja, þetta lag fór á toppinu á íslenska listanum þrátt fyrir það. Fyrir 10 árum síðan. Já. Þannig ég ætla að taka Mihai Traistariu og lagið er Tornero og ekki bara byrja þetta. Það eru 90 sekundur og sá sem er fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur keppnina. Herru, skulum byrja þetta. Ok, ég er klár. Smile in the mind every day. Syngdu, Richard.
feeling your touch on my face every while you wait 90 sekundur búnar. Akkur þetta að seifa það svona með þetta, útast þetta ekki. Setur á snappið núna, fólk sjáu hversu fárveikt. Sástu þessar hreyfingar? Herru, Dr. Donut sko. Þetta var veistla. Við erum ekki að gera, nú er ég ekki að vera leiðilegur ekki. Nei. Þú varst lélegri núna en mun lélegri. Og það er verst að sé á æfinni heilt sko. Það er... Hvernig ferðu það þessu? Þetta var veistla, ég viðurkenna. Þetta var reiklega. Ég hafði gaman að þessu flutningi. Þú túlkar þetta vel. Mér fannst þið túlka þetta vel. Herðu, það komið þér Egill. Hvert er þitt lag? Ég ætla að velja mest sexy gæja sem æfinni séð. Getur það nokkuð verið Man Semele frá Svíþjóð? Hár rétt, Richard. Herru, kotið niður. Herru, þá koma Agli Einarsinni, hann fær 90 sekundur og... Það byrjar ekki á byrjun, S-Face. Þannig að... Þú klár? Já, ekki byrja á byrjun. Ég veit það, slaka á. Já, út af því, sko, við þurfum að byrja svona... Ekki byrja á byrjun, náður sem að segja það. Já, ég kemst ekki lengra í mynd. Já, við vorum að byrja í hérna svona 35, cirka. Því það er ná skemmtasta kaplanum. Ef þú byrjar á byrjun, næði ég ekki að klara. Ég byrja bara í byrjun á læginu, þú byrjar bara í byrjun á læginu. Rikki, ertu með, ok, það er ég að tróða sér, þegar ég að fasta þetta til þinn, byrjaði bara þegar hálfmínúta búinn. Færðu bara bentilinn. Ok, færðu þessu. We are the heroes of our time. Hvað gerði? Datt ekki út það? Ertu margt með þér, Rikki? Hann tók headphone-in á sambandi. Aha. Er það? Ég heyrði ekki syngja, það er eina sem ég heyr ekki, sko. Ok, byrja að stýta pásu og færðu þig. Ok, þetta reynar hann fyrir hérna. Svo óþólandi er... Svo byrja bara nýtt. Bara svo... Varst hann að... Þetta er eitthvað taktík, varst að kippa mér á sambandi? Nei, bara verst að veð, þú bara klúðraðir þessum flutningi sjálfur því miður. Rikki, þú varst núna... Ég ætla að spara bara yfirlýsingun til að byrja bara. Byrja hann að mestara, Man Semele. Byrjaði að hálfmyndu búinn. Hérna bara. Man Semele. Þetta kannski að vinna keppni. Þetta er eitthvað guð minn góður það hræðilegt sem ég hef. Það sé keppni örugglega heim. Akkur er þetta alltaf kvíslat lög? Ég verð ekki að kvísla ekki. Og þú varst á svipinu eins og að vera á klósetinu með hæðatræður sem á valdir á þann. Sko, Richard, það kemur rólegu kapli og þá þarf maður að syngja rólega, síðan þarf maður að fara upp á háa síð. Þetta er ekki flókið, sko. Það er komið að kólbaranum. Ég hef ekki sagt ykkur af því að ég er stressaður. Ég með það djúpa rödd, ég næ ekki svona hátt upp. Þannig ég held ég sé að fara að skýta. Tilbúin? Ég mæli bara með að shut your... Men outsider núna. Þá myndi ég halda þessi karaoke-keppni að það verður líklega slagasta karaoke-keppni sem sögur fara af. Hvað eru mörg atkvæði til að vinna þetta, Rikki? Þetta eru 5 atkvæði. Talaðu segjan fyrir sjálfa þig og segir eitthvað sem slagt, sko. Rikki, heyrðu, hlustaðu á þig. Hlustaðu á sjálfa þig? Það er eins og að vera 60 gæi á dollunni, sko. Farðu á vísi á mánudaginn, hlustaðu á þig, Dr. Donut. Ég myndi alveg halda, já, þetta var... Ég er til lokið þessu. Ég er nokkuð bjart. Þetta er lokið þessu? Já, með grunna það. Það eru Eurovision þema og... I sang my heart out, sko, fólk kann að meta það. Ég öskraði úr mér FM, góðan dag. Já, góðan daginn, hvað segir þið? Blessaður, höfðu ekki. Bara gott. Hvaðan ertu að hringja? Herru, Mosfellsbæ. Já. Hver fær þitt atkvæði? Herru, það er bara maður sem mér langar að senda bara í Eurovision keppnina. Ég vissi að það myndi vinna hann, það var Rikki. Guð minn góður, þau eru byrjað aftur. Rikki, takk. Ertu að fara að kjósa Richard? Já, þetta er... Ekki er þetta grín að byrja aftur. Takk fyrir þetta, meistari. Takk fyrir þetta, meistari. Ég hef alltaf heyrt það er mjög skemmtilegt fólk sem býr í Mosfellsbæ og það hefur gaman að lífinu og það er greinilega að grínast. Nei, ég trúi ekki, þetta er ekki að gera það. FM, góðan dag. FM? Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Nýtt atkvæði, verður nú að fara til Richard. Þetta ok, þetta er síðan skil sem þú tekur þátt í karaoke, Richard. Allir vorkenna þér? Já. Það vorkenna allir. Þú mátt trolla þig. Þú heldur núna að fara heima eftir þessu besta söngari sem hefur sungið í þættinum hérna. Ég er að setja innlifun í þetta líka. Ég er ekki í guðanabænu. Takk þú næstu hlustandinn og þegið á meðan. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Rikki stóð upp úr. Guð minn alveg. Sko, hann erum að tala það. Stráka mínir, þú veist, viljið þið ekki bara fara heim og gera, steikja ykkur hambúrgar eða eitthvað bara? Ég tek undir þetta með gæðina Mosfellsbæ. Ef við myndum sendja þig sem comedy-atriði í Eurovision, þá getur þið kannski unnið. Það er verið að trolla Richard, annars skiptir í röðsmöndu ykkur þátt í karaoke. Evrópa hefði kannski húmor fyrir þið. Gott að hlustendur eru núna með eitthvað stærsta troll-atriði sögunar á lélasta söngvara sem hefur sungið í karaoke. Það skiptir engu máli hvað línu tekur, atkvæði fyrir Richard næst. Ég held að þetta væri bara grín eitt þáttinn, fólk er hengið inn, kjósa Richard. Góðan dag. Já, góðan dag. Hver fær þitt atkvæði? Veistlan sem að Rikki var að bjóða upp og hún bara...
Hún var mögnuð. Minn alveg. En þú heitir hvað hann sagði? Veislan. Já, þetta var bara, ég bauð upp á alvöru. Þannig að Rikki var þetta aðkvæði að 4-0-0 fyrir Rikka G, Dr. Donut í Karovík. Ég þarf eitt aðkvæði við på. Það þarf við 5. Ég vil fara við 10. Ég vil fá bara ekstra mikið. Nei, alls ekki. FM, góðan dag. Alls ekki við 10. Góðan daginn. Daginn, hvað segir þú meistari? Ég sé bara fínt. Hvaðan ert þú að ringja? Akureyri City. Já, Akureyri eitthvað flottir 600 ak, maður, þvílík veisla. Hver fær þitt atkvæði? Sænska lagið Heroes. Ég kom með punkt. Ég kem bak þér með einan inn. Eigum ekki að taka aðeins í viðbúð? Kolbar er ekki komið með punkt. Sjokkar. Það er áfram að fyrstur upp í 5. Þetta er bara... FM, góðan dag. Ég kem bak þér með góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Miklu höfðingi. Hann var ótrúlega fallegur söngur þessi söng Seinar. Já, Kolbarinn. Já, Kolbarinn. Kolbarinn fæði mitt atkvæði. Já, það er vel ekki. Takk meistari, þetta er... Æ, Rikki, fólk hætti að trolla þig, trúður. Hann er bara með einhverja 5 trollara hérna. Já, trollarnir farnir, sko. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Ég get ekki gefið neinum atkvæði, þeir voru lélegir með. Já, þetta er mjög góða punktur. Þú hringir inn til að segja það er enginn að fá atkvæði. Gils, þú ert one hell of a man, en þú mistir það lag. Ég er til miður ekki söngvari. En myndir þú taka undir trúslætin og gefa Rikka atkvæði? Nei. Hann var að segja að Rikki var ömurlegur. Ég veit það. Sko, ég veit að ég er lélegur í karaoke. Rikki heldur það sem frábær, sko. Það er misskilningur, sko. Herru, það er ekkert atkvæði. Við tökum ekkert, en takk fyrir þetta. Já, maður er með sína styrkleika í þessu lífi og sögum ekki, söngur er ekki einn en því miður. Ég geti sungið Sverri Bergman, myndi ég fara niður á þig, Richard. FM, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn, hver fær þitt atkvæði? Herðu. Hvað hringir þú? Hvað er eftir á landinu, meistari? Ég er í Gáði. Já, bara hannig, veistla. Og hver fær þitt atkvæði? Já, bara hannig. Það er fjölnir að fara tryggja svo upp í ólstöðu eftir. En það gerast eftir það? Það er að fara að gerast eftir. Já, veistla. Og menna vöku að segja eitthvað? Menn er að vöku sem er klassíkjarni. Já, veistla. Hver fær atkvæði? Herru, það er allavega ekki kleinringurinn. Yes. Ég verð að gefa þykka Gils höfðingjónum þetta. Greið, Richard, er ég komið 2 punkta? Takk fyrir þetta og miklu meistar. Takk fyrir ekkert. Fólk er hægt að trolla þig, það grínir búið. FM, góðan dag. Því lík veistla. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Sko, ég skal segja ykkur það, ég er með bachelorgráð í tónlist. Ok. Og Kolbarinn fær klárlega mitt atkvæði. Sko, heyrðu þetta, við erum með sérfræðing á línunni. Já, hún er mentuð. Já, hún er mentuð. Já, takk fyrir þetta. Já, það er náttúrulega gaman að ræða við hann sem söngið þinn virka. Fljótur að skella á hann að fá mentaða manneskjöðan á línu. Hvað er stað? Það er skelltur dags á hann. Ég ætla að spurna hans út í söngið þinn. Ég er með 4 atkvæði, þú ert með? Það er 4-2-2. Málið er, ef þú hefur gert sama blöð, haft þetta bara upp í 4, þá eru unni 4-0-0. Já, en það er bara upp í 5. FM, góðan dag. Já, FM. Góðan daginn. Daginn, hver fær þitt atkvæði? Hvernig ertu þið? Þetta hugsa? Ég er góður. Tali tólið. Ertu svona að velta þessu fyrir þig? Hver fær þinn punkt? Það er DJ Donut. DJ Donut. Já. Þetta er komið. Máttu tilbúið með þetta lag sem að Takk æðislega fyrir þetta. Kæru hlustendur. 5-2-2. Dr. Donut vann aftur. Við erum með konu þarna úti, stúlku þarna úti sem er mentuð. Ekki. Hún er mentuð. Hún áttaði sig á þessum leið. Sko, ekki. Hana svíður í eyrun núna. Reykjinn að slökka á þessu lagi. Svo að Ísland trollaði ennuna ferðina. Ok, maður geta núna. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á frábærum föstudegi. Það eru bara rétt það er bara 1,5 dagur eftir aprílmánuð. Það er að koma mæ og við erum að fara að kveðja strákandir. Þetta mæ verið frábær. Sér líka frí í næstu viku. Það er þetta skita, það er 1. maí á sunnudaginn, það er ekki frí, sko. Það er vond. Það er frí á 5. daginn. En hvað ætlar Richard að gera um helgina? Ætlar að lyfta þér upp? Ætlar að vökva eða eitthvað? Nei, rólegt. Róleg helgi á Richard? Rólegt. Bara rektarhelgi og slá ykkur golfboltum og... Þú eru ekki að flaska upp hjá golfbárunum á austur? Því miður, ekki þetta skiptið. En hjá Gilsarunum. Er ekki veist að fásand Rikka ráandinn í beinti í flöskuborinn, láta kaupa 2 flöskur sem sopnar hann alltaf? Jó, það er mjög fínt. Þetta er besti viðskiptavinur okkar. Keypti síðast fyrir 150 skall, drakk fyrir svona 6.000. Já, og sopnaði. Já. Frábært. En hjá þér, Gils, er rólegt? Já, þetta er rólegt líka. Ég er bara í undirbúning fyrir
fyrir myndband sem hefst þetta í 7 daga og það því miður frekar hart matar þessa dagana, Richard. Það var að bera ofan í annar hverju tökku þarna, þá get ég ekki verið á matarinu þínu því miður. Nei, en Kolbeinn, þú ert vantilega bara server á barnum? Já, ég er að fara heim núna að grilla. Man grillar sko frá svona 15. apríl, þá byrjar maður að grilla. Öll kvöld. Öll kvöld, ég er búin að taka rafmagnið af eldavélinni. Ég ætla að minnast á það mjög góð stemning á happy hour í Keiluhöllinni í kvöld og það 2 fyrir 1 af öllu á barnum. Já. Og milli 21 og 23. 9.11 og brútuferðir síðan beint niður í bæ á því lið, þannig að ég ætla að vöka ykkur og vitið að því. Við ætlum að segja takk í dag. FM 95 Blöð verður aftur á dagskrá næsta föstudag, þá verður Rauti og Steindi komnir aftur en hins vegar verður engin gilsari en það verður væntanlega einhver annar í staðinn. Strákar, kæra þakkir fyrir komin í dag og fyrir þáttinn. Já, takk svo leið. Thank you, Richard. 30 ára afmæli Hlöllabáta. Veldu þinn uppáhaldsbát